Komiði sæl. Nú skulum við halda áfram sögunni Qudús, Mulla Hussein og félaga þeirra sem vörðust svo hetjulega vikum saman í virkinu Sheikh Tabasi. Þeir gátu ekki farið út til að sækja mat, því að allir sem reyndu það voru skotnir. Og loks var vatni líka næstum búið. Þegar einn mannanna sagði Qudús frá þessu, sagði hann: Ef Guð vill, mun á þessari nóttu skella úrhellisrigning á andstæðing okkar og þvínast mikil snjókoma. Þetta var einmitt það sem gerðist. Sömu nótt fór að rigna eins og hellt væri úr fötu. Rigningin vætti púðrið í byssum óvinanna, svo að þeir gátu ekki nota þær. Mennirnir í virkinu söfnuðu regnvatni sem dugði þeim í langan tíma. Næstu nótt fór að snjóa. Það snjóaði svo mikið að enginn í nágrenninu mundi eftir öðru eins, ekki einu sinni miðjan vetur. Það sem olli óvinunum miklum erfiðleikum var þannig til blessunar fyrir mennina í virkinu. Litli flokkurinn í virkinu vissi að fyrir utan það var stór her að undirbúa árás á þá. Qudús ákvað þess vegna að gera skyndiárás, reka óvininn á flótta og tvístra þeim. 2 klukkustundum eftir sólarupprás stigu hann og 2 aðrir menn á bak hestum sínum og riðu út úr virkinu. Hinir fylgdu eftir fótgangandi. Leið og þeir komu út, hrópuðu þeir allir eins hátt og þeir gátu: Drottinn aldarinnar! Það var eitt af nöfnum guðlega kennarans sem þeir áttu von á. Heróp þeirra var svo kraftmikið að óvinirnir urðu dauðhræddir. Þeir flúðu í allar áttir og skildu eftir allar eigur sínar. Ekki einn einasti maður úr virkinu dó í bardaganum. Qudús leyfði ekki mönnum sínum að elta þá sem flúðu. Hann vildi ekki meiða þá að nauðsynjalausu. Hann vildi bara sýna þeim kraft Guðs, svo fólki myndi leyfa honum og félögum hans að flytja boðskapinn Babin. Þetta endurtók sig hvað eftir annað. Þessi litli flokkur í virkinu gerði skyndiárásir og hrópaði: Drottinn aldarinnar! Þeir gátu alltaf rekið hinn mikla og velþjálfaða her á flótta. Í einum bardaganum varð Qudús fyrir skoti. Hann saðist í munni og á hálsi. En Mulla Hussein, sem hélt á sverði í sitt hvori hendi, réðist á óvinina fremstur í flokki. Óvinirnir urðu svo hræddir þegar þeir sáu Mulla Hussein að þeir lögðu á flótta. Mulla Hussein og menn hans fóru síðan aftur inn í virkið með Qudús, sem batnaði fljótt. Einu sinni ætlaði Baha'u'lláh að koma til að hjálpa þeim, en hann og þeir sem voru með honum voru teknir fastir og settir í fangelsi í dálítinn tíma. Á þennan hátt var komið í veg fyrir að hann væri með þeim sem voru í virkinu. Það var gott að svo var, því annars hefði hann kannski dáið eins og þeir. Á þessu getið þið séð hvernig Guð verndar málstað sinn. Mulla Hussein var drepinn í einum bardaganum. Það gerðist þannig. Meðan á bardaganum stóð, flækti hesturinn sem Mulla Hussein sat á fótinn í tjaldstægi og áður en hann gat losa sig, hitti kúla Mulla Hussein í brjóstið. Hann datt á baki, steig fáein skref og féll á jörðina. 2 félagar hans báru hann aftur til virkisins. Einkennilegur atburður gerðist í virkinu. Þótt Mulla Hussein væri meðvitundalaus þegar hann var borinn inn, sagði Qudús mönnunum að hann vildi vera einn hjá honum. Hann sagðist ætla að tala við Mulla Hussein.
Einn mannanna sem kíkti í gegnum rifu á hurðinni á herberginu sá hvað gerðist. Leið og þeir voru orðnir einir, kallaði Kúdús á Mulla Húsein sem reis upp og settist við fætur hans. Mennirnir heyrðu hann svara spurningum og tala. Þeir töluðu saman í 2 tíma. Þá opnuðust dyrnar og Kúdús gekk út. Ég hef kvatt hann hinstu kveðju, sagði hann. Hann skýrði frá því að hann hefði sagt Mulla Húsein margt sem hann var ekki tilbúinn að heyra fyrr. Þegar mennirnir í virkinu fóru inn í herbergið, var Mulla Húsein dáinn. Bros var á andliti hans. Það var eins og hann væri bara sofandi. Mulla Húsein var jarðsettur nálægt Sheikh Tabasi helgidóminum. Seinna voru líkamar hinna 30 sem féllu í þessum bardaga lagðir á sama stað. Þeir höfðu allir gefið líf sitt fyrir málstað Guðs, sem var það aldýrlegasta sem þeir gátu gert.